Þið hér. Í Neisko í dag ætlum við að skoða hluti og gamla tækni og hvernig tæknin breytist með tímanum. Komið með. Og hingað komin Guðrún og Bjarki. Þið voru að taka þátt í Víkingaþrautin í Þjóðminjasafninu. Hvað var það? Já, það er þættir Já. 4 krakka já, sem er að gera skólaverkefni víkinga og og landnámsmenn. og svo fara þau inn á okkar sýningu og brjóta armband sem var á Þjóðminjasafninu Já. Og þá kemur víkingur. úr þurru og var í álögum í armbandinu. Ok, þetta er svona töfraarmband eitthvað. Já. Ok, svona töfrahlutur. Og þetta er sýnt í Stundinni okkar, ekki satt? Jú. Ok, ef þið geta átt svona töfrahlut, hvernig hlutur eru það? Kemur til því. Ég held Back to the Future bílinn. Þarna, þekki ég þig. Klastan, vel gert, en þú? Ég myndi örugglega fá svona sjónvarp sem myndi bara hægt að rúlla og rúlla svona upp eða svona rúlla í sundur og hægt að rúlla svona aftur tilbaka og bara setja það í vassan og fara með eitthvað. Já, veistu hvað? Svoleiðis sjónvarp eru til. Er það? Já, en það verður kannski einhver ári í því að við getum keypt svoleiðis sjónvarp. En það eru til skjáir sem heita OLED og það er hægt að rúlla þeim upp og setja þau á fötin sín út í hvað. Það er sennilega smá í það. Vó, ok, ég vissi En myndirðu ekki vilja þetta frekar? Eða var ekki gaman að hengja þetta upp á vegginn heima hjá sér? kannski ekki alveg horfa í og þú veist, ég verður kannski alveg til að eiga svona fyrir bara sýningargreip eða eitthvað. Já, en ok, hérna erum við hluti sem eru kannski svolítið gamaldags, er það ekki? Vitið þið hvað þetta er? Já, eitthvað ekki. Já, hvað er þetta til dæmis? Þetta er skjár, Eða svona, Apple skjár. já, svona til þess að, Ok, já, þetta er tölva. Já. Þannig að þetta er Apple tölva, gömul. En vitið þið hvað þetta hérna er þá? Er þetta ekki svona diska sem maður setur í tölvuna með alls konar svona fælum og dóti? Jú, maður getur þess að setja hann diskinn inn í og spila það sem er á honum. Og það er kannski svolítið skrítið, en þetta er svo fá megabæt að það er ekki einu svona að setja heilt lag á þennan disk. Wow. Þannig að einu sinni voru náttúrulega hefði ekki sett í svona geisladiskar. En hvar erum við með þetta núna? í Bara, símanum. Í símanum okkar, er það ekki? Við höfum bara aðgang að öllum lögum heimsins í símanum okkar. Þannig að það er búið að minnka þetta svolítið mikið. En hvað fleira? Þekkið þið til dæmis þetta hér? Vitið þið hvað svona er? Þetta er kassetur. þetta er kasseta. Kasetta, já. Sem var líka notuð til að spila tónlist, til dæmis. Ok, en hvernig myndu þið setja þetta tæki í gang? Bara, Örugglega bara í. Fyrst. Svona. Nei. Jú. Já, hérna í. Svona. Svona. Og Nákvæmlega. stopp. Check. Hvernig? No, ok. Play. Já, en svo vantar vantilega rafmagn í þetta, þannig að við getum ekki spilað neitt. En núna eru kannski ekki svo krakkar á ykkar aldri. Þau eru alltaf rosa margir á svona rafhlaupahjólum. já. Hvernig haldið þið að samgöngutækinu okkar breytist í framtíðinni? Haldið þið að við verðum öll bara á rafhlaupahjólum eða komið einhverjum búningum sem eru svo eldflaugar eða nornakústum eða eitthvað sem svífa? Hvað sjáu þið fyrir ykkur í framtíðinni? Ég myndi segja svona svif, svona ekki hlaupahjól, bara svona eins og bara svona, í staðan fyrir dekk, það myndi vera bara svona eins og dempara loft svona sem myndi bara halda mann á lofti og myndi bara fara ótrúlega hratt áfram. Eins og í Back to the Future 2. Já. Svifbretti þar, nákvæmlega. Hvað heldur þú? Örugglega þarna bara svona jetpack. Já, svona aftan á, það sem að getur flogið áfram. Það er meira þess til líka. Þotuhreyfing. Já, þotuhreyfing, þotubúningur eða eitthvað Já. svoleiðis, já. Það er meira þess til líka, hefur þú séð svoleiðis? Já. Já, það er mjög töff. En gallina kostar rosalega miklu orku, eða ekki? Jú. Já. Þannig að kannski ekki alveg praktískt. Ekki strax, en það verður svona geggja að vera að fara í skólan og bara og lenda. Það þyrfti kannski að setja lendingabatt fyrir framan skólan ykkar. Já. Það sem allir koma á hérna þotubúningnum sínum. Bara svona, hvernig fötubúning er þú? Ég og gulan, en þú? Já, það gæti orðið eitthvað svona til. En takk kærlega fyrir spjallið. Já. Þetta var mjög skemmtilegt, er það ekki? Jú. Jú. Já, svo í framtíðinni, eftir svona 30, 40, 50 ár, þá eru þið orðin amma og afi. Amma og afi. Og þá eru þið að fara að segja barnabörnunum ykkar frá tækni. Þú takkið nýtt síman, ég var einu sinni með svona síma og... Þú veist, það er bara fáránlegt á, er það ekki? Jú. Mjög líklega. Svo keyrðum við í skólan. Hvílík vitleysa.
En það ekki? Jú. Gæti verið. Það kemur í ljós. En við þökkum fyrir okkur í dag og sjáumst seinna.